Getur þú minnkað svefnþörf þína 30%? Í fyrstu hljómar það öfgakennt, en kannski það sem enn öfgakenndara að spyrja ekki spurningarinnar. Því milljónir manna sofa alla nóttina og vakna samt þreytt. Þau fá klukkustundirnar en ekki endilega endurheimtina, og kannski það stærri vandinn, kannski spurningin ekki bara hversu mikið sjást við heldur hversu vel endurheimtist líkaminn. Þetta kjarninn í Rest Awake. Ekki að hafna svefni, ekki að þvinga líkamann, ekki hunsa þreytu, heldur að spyrja stærri spurningar. Ef við getum minnkað endurheimtar þörfi líkamans og aukið endurheimtar getu hans, gæti svefnþörf þá breyst hjá sumum einstaklingum. Kannski ekki öllum, kannski ekki 30%, en spurningin er gild og hún skiptir máli. Því við erum ekki bara að tala svefn, við erum að tala orku. Við erum að tala lífsgæði, streitu, andlega heilsu, frammistöðu og hvernig manneskja lifir, hugsa, lærir, skapar og endurnýjar sig. Þess vegna finnst mér mikið þessi spurninga skilja verið tekin alvarlega, ekki vegna þess að ég sé með fullmóta svar heldur vegna þess að spurningin sjálf getur breytt í hvernig við skiljum.